Góðan daginn, olíuvinir og aðrir vinir mínir. Það 2. ágúst og ég ætla að tala í dag olíurnar frá Young Living sem eru núna bara eiginlega gjafir í ágústmánuði þegar maður að panta frá Young Living. Og ég ætla að byrja því að útskýra bara aðeins hvað þetta PV að því það gjafirna miðast við ákveðið umfang á vörunum. Og PV þýðir eiginlega bara product volume product volume og bara miða við verðið í dollarum. Þannig ef við erum með lavendurolíu sem kostar $21, það eru 21 PV. Og að því að evran svona kannski aðeins annar gjaldmiðill, ekki sama verðgildi, þá það oft aðeins lægra verðið á olíunum heldur en PV-ið. Og svo eru sumar vörur sem hafa skert PV, þannig að það er bara, einstaka vörur sem eru með skert PV. Ok, en til að átta okkur á því hvernig gjafirnar eru núna í ágúst, þá það fyrir 120 PV fyrir þá sem eru Essential Rewards, sem eru tryggðar viðskiptavinir. Þá það tannkremið. Thieves Aroma Bright tannkrem. Þetta náttúrulega bara ótrúlega fínt tannkrem. Ég nota tannkremin öll frá Young Living, notaði svolítið til skiptis. En þetta svona sérlega mjúkt, það ólífuolía og matarsóti, allt bara engin aukaefni, engin eiturefni í þessu tannkremi, ekkert flúor. Í staðinn fyrir flúorið bara kjarnaolíur, það Thieves, Spearmint, Orange og einhverjar fleiri olíur. Allar sem gera svona umhverfið í munninum basískt og óvinveitt bakteríum og örverum. Og það það sem skiptir máli, að gera munninn okkar hreinan og hreinsan. Það getur verið að þeir sem að byrja að nota þetta í fyrsta skipti finni svona svolítið fyrir tannkreminu og það í raun og veru bara því að við hafum verið að nota alls konar efni áður sem kannski ekki svo góð efni og kjarnaolíurnar í tannkreminu fara svolítið að hreinsa til í munninum. Þá má bara nota frekar lítið og ekki gefast upp að því að þetta mun jafna sig. Og ég alltaf með þetta, til dæmis, þegar ég að keyra í bílnum, með þetta ferðalögum, að þetta bara, ef ég þarf eitthvað svona aðeins að borða eitthvað næst í bílnum og þarf eitthvað aðeins að hressa upp á munnin, þá tek ég bara smá klípu á puttan og bara, setja með munnin. Og allar þessar olíur sem eru í þessu gera þetta náttúrulega svona, það ekki mikið örverum sem þrífst í þessu, svo þetta allt í lagi að maður nota bara puttan sinn. Þetta með 120 fyrir þá sem eru í Essential Rewards og ég vil hvetja ykkur öll til að skoða núna vídeóin inn á olíuvinir þar sem ég að svona fræða ykkur svolítið meira Essential Rewards og hvað það raun og veru auðvelt að vera í Essential Rewards og njóta þess að fá svo mikið tilbaka. Strax eftir 3 mánuði í Essential Rewards maður að fá 20% tilbaka af því sem maður að versla fyrir. Þannig að bara eftir 4 mánuði maður búin að eignast inneign fyrir vörum, bara einni olíu eða fyrir heilli pöntun, eins og lítilli pöntun. Og það alltaf hægt að hætta, það ekki eins og sé eitthvað erfitt að hætta, en flestir eru að kaupa þessar vörur sem eru til í búðinni, kannski einhvers staðar annars staðar. Og það bara spurning hvar maður að versla og hvar maður gerir bestu kaupin. Ok, svo það 190 PV, þá kemur olía sem heitir LMI. LMI. LMI af sömu fjölskyldu og frankincense og myrra og hún lyktar svolítið líkt, hún bara svona mjög mild og kannski nefnir pingu lítið svona sítrusilmur í henni og bara hún yndislega úti í krem til að setja á húðina, næturkremi setja á kvöldina fyrir að sofa eða serumi setja á morgnana eða bara nota hana svolítið svona bara eins og ylvatn ef manni finnst frankincense að vera gott ylvatn. Bara sömu fjölskyldunni og hefur svona svipaða jákvæða góða eiginleika og svo það lime. Limeolían, hún náttúrulega við úðarann minn, þannig ég ætla að hleypa hana hérna.
Því ég verið að setja henni í úðarana því hún alveg frábær í úðaran. Hún æðisleg í úðarana því hún gefur manni þennan létta, ferska ilm og ég sett hana með Magnify Your Purpose. Ef að þið viti ekki hvað þið gera við olíurnar, setið þær í úðarana, setið þið olíur í úðaran ykkar á hverjum einasta degi, alveg eins og bara busta tennurnar. Maður gerir það á hverjum einasta degi til að styrkja heilsuna. Og ef að þið eru heima og eru með maka sem ekki svo hrifinn af lykt sem gerist nú oft, þá mjög gott að nota svona hreinsandi olíur eins og lime, kannski jafnvel 1 dropa af Joy og úða bara þegar makinn ekki heima og þá þetta svolítið svona bara í íbúðinni, í húsgögnunum og þetta hefur góð áhrif smátt og smátt og fólk hreinsa svolítið líkamann þeirra líka og hefur jákvæð áhrif á svona tilfinningarnar og það sem þessa byrða sem maður með. Þannig að bara svona smátt og smátt getur maður haft þessi góð áhrif og svo þetta líka drekkaning sér þetta því að svo mikið sítrusóli í honum og það líka svona góðar fyrir mann og hreinsandi. Ok, svo það 250 PV, þá erum við komið með olíu sem heitir Carotseed. Það ekki að góðan í mig munnvatnið. Ég ekki með hana, búin að hlaupa einn húsið og leita að henni. Ég veit að Snæfríður hefur verið að nota hana í sólarvörnina og hún til einhvers staðar en af öllum þessum 100 olía sem eru heimi hjá mér, það fann ég hann ekki. En svo kemur Sara og Sara mjög merkileg olía, merkileg olíublanda. Sara. S-A-R-A. Hún í raun og veru, þetta blaðið mitt hérna, hún ekki fyrir myndavelina, góð til að losa gömul áföll og svona eitthvað sem að tráma í líkamannum og eitthvað sem gert á okkar hlut. Á okkur brotið, hvort sem það líkamlega, andlega eða tilfinningalega. Sara, það má smyrja henni á sig, hún alveg himnesk, inniheldur meðal annars ylang-ylang, geranium, rose, lutein, cedarwood og lavender. Það má setja hana á ennið og á temple, það má setja hana á hálsinn, á undir hálsinn, það má setja hana á eyrun, inn í eyrun og eyrnasnepala og það eitthvað sem heitir Ear Vitaflex, þetta í bókin okkar og stóru olíubókinni og þar getið skoðað svona það ýmist tilfinningasvæði á eyrunum okkar og þess vegna mjög gott að setja olíurnar á eyrun okkar og það í naflan og ég búin að setja þessa olíu í naflan hjá mér í morgun og neðri hluta kviðsins og því bara hvar sem svona tráma í líkamannum. Og geranium, hún losar okkur við þörfina til að þóknast öðrum, já, bara svona meðvirknina í okkur. Rósarólían náttúrulega bara til að opna hjarta okkar og hjálpa okkur að treysta. Cedarwood olía sem að gefur okkur öryggi og styrk, ef maður hikandi, ef að þessi áföll hafa haft svona hindrandi áhrif á okkur og við þorum ekki. Og lavender virkilega góð tilfinningaolía til að heila þá tilfinningu að finnast eins og við séum yfirgefin skilin eftir og maður standi svolítið einn. Þannig að maður finni það að maður aldrei einn. Og það möndluolía í þessari blöndu, mikið af svona dýrum olíum í henni. Já, það hvítur lótus líka. Ég var að komast að því, það hvítur lótus, það bara hvítur lótus í Into the Future Ula Grow, sem líka uppáhaldsolía mín, ég held ég bara nota líka Söru. Ula Grow og Sara, ég held hún væri líka í Build Your Dream, ég bara fann ekki upplýsingarnar hann í bókinni, en sem sagt, lótus bara hvað getum við sagt,
andi hinnar æðri visku eða andi Guðs. Þannig eru notuð í Egyptalandi svona bara í heilun og í svona serimóníum. Notuð serimóníum í Egyptalandi. Og ótrúlega falleg olíublanda og svona mikilvæg fyrir þá sem að vinna með áföll, hvað sem þau eru, líkamlega eða andleg. Já, og gleyma að segja það að læmolían, hún náttúrulega bara alveg frábær í eldhúsinu. Yfirleitt hún alltaf í eldhúsinu hjá mér. Ég nota hana mikið í jógúrtsósur, ég nota gríska lífræna jógúrt, pínulítið hunang, kannski raspaðar gúrkur, svona hálfgerða rætusósu og svona 2 dropa af læm. Þetta ótrúlega gott með alls konar baunaréttum og jafnvel með kjötréttum. Kjötbollum og baunabuffi. Læm og líka góð bara í te. Góð te og hún náttúrulega í slikt tein okkar. Ok, þannig að þá hvað var það næst? Það var það Kunzea. Hún líka kölluð hvíta skýið út af blómunum sem hún búin til úr. Hún svolítið eins og tea tree, segja þig. Hún bara svona mildari. Mildari útgáfa tea tree. Það gott að nota hana bara á svona lítil sár eða eitthvað svona það sem maður með fæturnar. Kunzea. Og svo það Australian og hún 5 millilítra, Kunzea. Og svo það Australian Kurania. Australian Kurania. Hún kalla hana allt olíu frá Ástralíu. Svona fyrir sumarið, svolítið kælandi, hægt að setja hann í húð rútínuna, það Sacred Sandalwood í henni, Myrtle sem líka góð fyrir húðina, blár Cypress og Kurania þýðir bara regnboginn. Þannig að þetta svona falleg regnbogablanda. Þetta bara falleg olía. Það fennelín líka. Svolítið nammi svona fílingur. Alltaf þetta setja lóan. Mæli með að setja í úðarann. Hvað hún svona eitthvað sítrusínu líka. Lemon held ég. Já, lemon. Myrtle líka rosalega létt. Og þegar maður búið til sítrusóljur þá þarf 1000 kíló af læm ávextinum til að búið til 2,5 lítra af læmolíu. Þetta var viska dagsins. Fylgist með Essential Revolves. Við viljum hvetja ykkur til að skoða það virkilega vel að því það eru bestu kaupin hjá Young Living. Eigi guðdómlega dag og góða helgi. Verslunarmannahelgi.